Sæl og blessun og fyrir að nálgast jólin. Velkomin hér í dag á þessa samkomu sem við nefnum Syngjum jólin inn. Það er hefð fyrir því hér í kirkjunni að síðasta sunnudaginn fyrir aðfangadag þá höfum við stund sem heitir Syngjum jólin inn. Það verður klukkutíma stund, börnin verður uppi hjá okkur allan tíman, við ætlum að syngja saman og fyrir ykkur jólalögin á þessum stysta degi ársins, 21. desember. Við ætlum að byrja að standa á fætur og syngja lag sem við höfum sungið saman mörg ár og ég get sagt ykkur leyndamál, þeir sem munið svo vel til ársins 2001 þá var þetta fyrsta lagið sem var sungið í útsendinguna á RÚV á jólatónleikum í Fíladelfíu. Fyrsta lagið sem var hljóðritað og tekið upp og við byrjum einmitt á þessu lagi 2001 og eftir 3 daga fá að sjá tónleikan okkar aftur sem eru alveg meiri háttar. Ég er búinn að sjá þá, hlusta þá, þetta verður æðislegt. Nú syngjum við saman Hringjum inn jólin. Við viljum að fá hana Tinnu upp og lesa fyrir ykkur hér í byrjun. Það ekki heldur Tinna það ekki? Ha? Nanna ætlar að lesa. Fyrir ykkur, Nanna mín, gjör svo vel. Byrst afsökunar þessu. Hún ætlar að lesa fyrir ykkur, við skulum bara standa áfram. Það virðing við Guðs orð að standa meðan lesa þér hér í byrjun. Gjör svo vel, Nanna. Hjálpinu
Hjálpa inn í mikrofónu. Jæja, flott. Takk veikt. Góðan daginn, ég heiti Nanna og ég ætla að lesa úr Matteusarguðspjalli 1. kafla, 18. til 25. vers. Fæðing Jesú Krist var á þennan hátt. María móðir hans var föstu Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef, festamaður hennar sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og höfðu skilja við hann í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að ræta skildi það sem drottinn lét spámennina boða. Sjá, yngismær mun þungu verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sinna til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hann hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Ég held að sé bara við hæfi við stöndum áfram ef við syngjum einn allra þekktasta aðventusálm Íslendinga og jafnvel þó víða er leitað, fögur er foldin. Heiður er Guðs
Fallegu sálmur. Við skulum fá okkur sæti núna því að við ætlum að syngja fyrir ykkur eða með ykkur lag sem að má segja sé svona eitt af þessum lögum sem standa upp úr árinu fyrir mig allavega. Þetta er lagið Ég á trú sem hann Siggi Ingimar söng á jólatónleikum í Fíladelfíu núna fyrr í mánuðinum og ætlum að syngja þetta núna saman, Ég á trú. Og svo finn ég ekki nóturnar mínar, hérna er þær. Þetta er texti eftir Guðlaug Gunnarsson og lagið var samið eins og kom fram og margótt komið fram, var samið til heiðurs Billy Graham sem var 95 ára í fyrra og þá var þetta lag samið af hljómsveitinni Newsboy og þeir heiðruðu hann með að gefa út þetta lag og við höfum sungið þetta núna nokkuð oft og ætlum að taka þetta núna með ykkur og við syngjum allt saman trúarjátningun okkar. Ekki veitir af það sem að nú er að ræða mikið trúmál og banna jafnvel heimsóknir barna í skóla. Við þurfum að standa vaktina, krakkar, og við þurfum að segja, við þurfum að láta heyra í okkur. Þetta er ekki boðlegt, eða ekki? Já, við þurfum að fara að snúa þessu í hinn áttina. Við skulum syngja saman, Ég á trú. Helgi, gjör svo vel.
Amen. Það er svo yndislegt við aðventuna, við erum að minnast þess að Jesús hefur komið og við minnast þess líka að við erum ennþá að bíða þess að hann komi á ný. Það er fyrirheitið sem kristnir menn eiga að þetta líf sé ekki allt, þessi heimur er ekki allt, það er eitthvað miklu betra í vændum. Þannig að við erum ennþá í aðventu, alla daga. En í dag er 4. sunnudagur aðventunar og þá ætlar hún Dóra að koma hérna upp og kveikja á síðasta kertinu. Við erum búin að kveikja, ég að horfa okkur lengst út í sal, varstu bara hérna fremsta bekk. Fyrsta kertið var spádómakertið, svo kom Betlehemskertið, svo var hirðakertið og í dag er englakertið. Þannig að gjörðu þess vel, kveikja á þeim. Takk fyrir þetta, Dóra. Og áðurum höldum áfram bara að minna á það að þetta er síðasta samkoman á þessu ári sem er klukkan 11, að næst hittust við á aðfangadag klukkan 4:30 og ágætt að koma tímanlega til að fá sæti. Og síðan eru jóladag aftur 4:30, milli jól og nýjárs er ein samkoma, hún er líka 4:30 og nýjársdag er samkoma 4:30. Eftir það byrjum við aftur klukkan 11 á venjulegum tíma. En svona líka að því að hátíðin er að gangi í garð á Þorláksmessu, þá er Celebrate Recovery fundurinn klukkan 5, ekki á sama tíma venjulega. Og ef þið eigið eftir að klára jólainnkaup og kláruð þið ekki niður í Jöta eftir í dag, þá verður Jatan opinn frá 4 til 7 á Þorláksmessu. Og síðan bara minnum við aftur á að eftir áramót, ef þið eigið lausar helgar í janúar og febrúar, eða viljið taka frá helgar í janúar og febrúar, að það verður hver einasta helgi vinnuhelgi austur í Koti, í aðstöðunni sem við eigum öll saman og er komin tími á að gera svona átak í að gera ennþá betri en hún er í dag. Og ég ætla að vera viss ég sé ekki að gleyma neinu og þá er ég ekki að gleyma neinu. Þannig að með við syngjum næsta sálm sem er einn þekktari jólasálmurinn, að þá ætlum við að taka fórn eða samskot og það er gott að minna sig á það hvað jólin snúast að við erum að gefa. Að allt sem kemur hérna inn í dag, það fer ég að reka kirkjuna, að reka hennar söfnuð og starfa að Guðs ríkinu. Að við reynum að vinna allt okkar starf þannig að það hafi sem mest áhrif á umhverfi okkar. Við viljum að allir fá að heyra Jesú Krist og þeir sem heyra Jesú Krist og vilja fylgja honum, að þeim sé boðið upp á umhverfi það sem er gróðavænlegt, að fólk kemst inn í gott umhverfi. Og að því stöndum við öll saman með fjármunum okkar. Þannig að Guð blessi ykkur þegar þið gefið, baukarnir ganga. Við syngjum næsta lag. Það lagið Bjart er yfir Betlehem.
Við þakkum ykkur fyrir ykkar framlag í starfið og hún Fanny hér komið fram átt að lesa fyrir ykkur og svo ætlum að syngja fyrir ykkur eitt lag sem við ætlum að flytja fyrir ykkur. Ég ætla að lesa fyrir ykkur vers úr Jesaja, það 9. kapli og 7. vers. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Hvert það barn blítt og rót á barmi móður sefur, en ofar jörðu englakór upp í söngva
Kem til þín í löggjöf að syngja þér minn söng, söngum dýrð og heiður fyrir allt sem gafstu mér. Þú gafst lífi mínu tilgang, lífi fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng Herra kær. Þú ert faðir alls sem lifir, upprisinn í dýrð. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt í tvö með frels og þinni lausn. Nú ég geng með þér hver dag og hverja stund. Ég geng til þín í löggjöf að syngja þér minn söng, söngum dýrð og heiður fyrir allt sem gafstu mér. Þú gafst lífi mínu tilgang, lífi fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng
Elskun þig Guð, en varir alltaf eilíf og gæska þig Guð er betri en nokkur annar hér á jörð. Faðir Hvað er meira viðeigandi en að þakka Guði fyrir, sérstaklega í lok ársins, þakka honum fyrir það sem liðið er. Við skulum fá okkur sæti og áður en Helgi kemur upp þá ætlar hún að syngja einsöng, kórum að fara niður. Við ætlum að heyra í tala áðan einn þekktasta aðvendusálm sem að við eigum Íslendingar. Nú ætlum við að syngja einn aðvendusálm sem að hefur verið sunginn í 100 ára. Mjög gamalt lag sem að heitir á ensku O kom Emmanuel og hér heitir það Kom þú, kom vor Emmanuel. Kom þú, kom vor Emmanuel og leys úr ánauð Ísrael. Lífin þinn sem í
Góðan daginn. Óskar kynnti til leiks Helga. Það var sagt í bréfinu sem Akkurat, já. miskilningur. Þetta er ekki Helgi. Það er hinn helmingurinn á pastóratvíkinu sem hann talar í dag. En það nema að vona fólk ruglist, við erum báðið með skegg og svona. Þetta er nokkurn veginn eins. Jólin eru tími þar sem við gefum. Við gefum á okkur og við minnumst þessara stærstu gjöfar sem nokkurn tímann hefur verið gefin á jörðinni þegar Jesú kom og gaf líf sitt fyrir okkur. Og þess vegna gefum við gjafir til þess að minnast þess. Einu sinni fékk ég jólagjöf. Ég verið svo kannski 9 ára gamall, eitthvað svoleiðis. Ég fékk Casio úr, svona til þess að hafa múlniðinn, og þetta var svona úr með vísum. Og ég var alveg rosalega ánægður með þetta úr. Aldrei átt úr áður og ég setti það á mig með stolti. Ég kunni ekki alveg á það, en það var svona tilgangurinn með gjöfina að ég myndi læra úr. Nema síðan tekur eldri bróðir minn upp sinn pakka. Og þá fekk hann Casio úr líka, nema það var 12 úr. Og það var með fullt af tökkum og reiknivél og alls konar. Og þá var mín gjöf ekkert flott lengur. Og ég var bara hálffúll yfir þessu. Við fengum báðir gjöf sem að hæfði okkar þroskastigi. Mamma vissi alveg hvað hún var að gera þegar hún valdi gjöfuna. Ég gerði það fyrir að mamma hefði valið þetta frekar en pabbi. En mér langaði það sem hann hafði. Og það er ákveðna gjafir sem að allir þurfa á að halda, en enginn er sérstaklega spenntur yfir. Í staðinn fyrir gjöfina sem þið kannski rosalega langaði í, að þá færðu gjafir eins og sokka eða nærföt. Hefur ykkur lent í því? Það er ekki gaman. Það er kannski skára núna þegar maður er eldri, en það var ekki gaman hérna áður. Gjafir sem við þurfum virkilega á að halda, en kannski ekki alveg þess að við vorum að vonast eftir. Þessi sami bróðir minn, síðan nokkrum árum seinna, fékk gjöf frá mömmu og pabba, og hann fékk hvíta inniskó, rándýra inniskó, og það sást frá tunglinu vonbrigðin í svipnum á honum þegar hann fékk þessa gjöf. Þetta var sannarlega ekki það sem hann langaði í, en sennilega var þetta það sem hann þurfti að halda, og hann notaði þessa skó í mörg ára eftir. Stundum fáum ekki það sem okkur langar í, en við fáum nákvæmlega það sem við þurfum á að halda. Og þannig var það með fyrstu jólin. Í nokkur 100 ár höfðu gyðingar verið að bíða eftir Messíasi. Og á þessum tíma var Ísrael hersetið af Rómverjum og þjakað af þeim. Þau þurftu að borga háa skatta og það var ekki gott að vera undir Rómverjum. Að láta þá stjórna sér og ráða öllu sem þeir ráða vildu. Það vill enginn búa við slíkt. Við Íslendingar ættum að skilja þetta. Við viljum búa við okkar sjálfstæði. Við erum sjálfstæði sinnar. Við viljum vera sjálfstætt fólk. Og þið getið ímyndað ykkur ef þjóð frá annarri heimsálfu kæmi hingað, segjum bara frá Suður Ameríku eða eitthvað, ykkur þjóð kæmi og myndi bara hertaka Ísland. Skattpína okkur og vilja ráða öllu. Það myndi enginn vilja það. Og þeir áttu von á einhverju hetju sem myndi koma bara að hreinsa til, sem myndi leiða þjóðina í baráttu gegn gyðingum og myndi laga þetta allt saman. Helst stríðsmanni og einhverju svona mjög öflugum. Og það var það sem þið vildu. En þá kemur Jesú. Ungabarn, fæddur af alþýðu gyðingastúlku sem hét María. Og María og Jósef voru bara venjuleg, svona frekar lágt í virðingastegunum þannig séð. Og þú veist, Hanna sennilega að læra að vera smiður á þeim tíma og hún bara ung stúlka. Og inn í þessar aðstæður fæðist Jesú Kristus. Þetta var ekki svo mynd sem að fólk hafði af Messíasi.
Akkur ætti Guð að senda hann inn í þessar kringumstæður. Og 30 árum seinna þegar Jesús síðan gengur á fullt fram í því hlutverki sem að honum var ætlað að vera frelsari heimsins, það voru margir, mjög margir sem að tók ekki við honum, sem að bara höfnuðu honum, afskrifuðu hann. Hann var ekki það sem þau óttu von á, en hann var sannarlega það sem þau þurftu á að halda. Mikilvægara en að losna við Rómverja var að koma fólkinu aftur í samband við Guð, að kynna, að tengjast Guði aftur, persónulega. Og það var það sem Jesús kom til að gera. Það var tilgangur Guðs, að tengja mannin aftur við sjálfan sig. Þess vegna kom Jesú. Og Jónasar Guðspjalli, í 1. kaflanum, frá 9. versi stendur: hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En síðan stendur í 12. versinu: en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Amen. Og þetta gildir enn þann daginn í dag. Menn vita hvað þeir vilja, en þeir vilja ekki endilega það sem þeir þurfa. Á öllum tímum býður Guð okkur samfélag við sig í gegnum Jesú Krist. Og það er það sem við þurfum á að halda. Það er ekki það sem allir halda þeir þurfi á að halda, eða það sem þeir vilji, en það er það sem við þurfum, að tengjast Jesú Kristi. Við viljum hafa það rosalega gott. Við viljum eiga nýjustu hlutina og líða vel. Og við búum til alls konar umgjörð í kringum það sem við höldum að þurfi til þess að okkur líði vel. Hlutir sem við höldum að við þurfum á að halda. En raunveruleg dýpt í lífinu, raunverulegur tilgangur lífsins, kemur bara með það að eiga samfélag við Jesú Krist. Bara í gegn það að þekkja hann og vita hver hann er. Og þá líka við okkur sem að förum í kirkju reglulega og jafnvel komum í kirkju okkur einasta sunnudegi, jafnvel oft í viku. Stundum lendum við í því að við förum að hlaupa eftir hlutum sem að við höldum að við þurfum á að halda til þess að vera hamingjusöm. Og orkan okkar og athyglin okkar og allt sem við gerum fer allt í einu í það að við förum að hlaupa eftir dóti. Eða förum að hlaupa eftir einhverju sem að við höldum að sé það sem við þurfum á að halda. En við þurfum bara honum að halda. Ef við höfum hann ekki, ef hann er ekki rótin í lífum okkar, ef hann er ekki það sem við lifum fyrir, þá erum við að fara að misvið allt hitt. Jesús þarf að vera miðpunkturinn í lífum okkar. Hann þarf að vera það sem við hlaupum á eftir til þess að lífið okkar sé í lagi. Í Jóhannesar Guðspjalli 18 versi 3 stendur: en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Og það er eitt að þekkja einhvern og það er annað að kannski vita ýmislegt einhvern. Það er fullt af fólki sem að ég þekki, en það þekkir mig ekki. Ja, þú veist, ég veit mikið það. Svona frægt fólk, vitið, sem að ég tel mig vita fullt og stjórnmálamenn, og ég myndi þekkja það út á götu, en það myndi ekki þekkja mig. Og það er bara svona kjánalegt að ég fara að heilsa því. Og það er líka fólk sem ég þekkti í æsku, þekkti jafnvel mjög vel og var í góðu sambandi við, en ef ég myndi hitta það í dag, þá ættum við eiginlega ekkert sameiginlegt og ég myndi ekki vita neitt aðstæður þess, annað en það sem ég kannski lesa á Facebook eða eitthvað álíka. Það er, eins og við vitum, það er ekki raunveruleg að þekkja fólk að hafa það sem vinn á Facebook. Og sum okkar eru þarna gagnvart Guði. Við vitum helling Guð, við höfum lært fullt Guð og við þekkjum Guð að afspurn. En við þekkjum hann samt ekki. Við höfum ekki samfélag við hann. Og kannski þekktiru Guð mjög vel, hérna einu sinni. Kannski í barnæsku áttiru yndislegt samfélag við Guð, eða það voru ár í lífiðinu þar sem þú tengdist honum á hverjum degi og þú upplifir þessa stórkostlegu tilfinningu þar sem þú bara átti tíma með Guði og
þessi endurnærandi samfélag sem við getum átt við Guð. En síðan fórst að hlaupa eftir hlutum sem þú hélst á þyrftir á að halda. Þannig að það var minni og minni tími fyrir Guð í lífiðinu. Og í staðinn fyrir að næra þig á samfélagi við hann á hverjum degi, að það voru aðrir hlutir að taka við. Og þú hættir að þekkja hann. Þú manst eftir honum, þú manst hvernig sambandi var, en þú átt það ekki í dag. Það er þið eina sanna líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð. Við þurfum að þekkja hann til þess að eiga samfélag við hann. Og það er ekki nóg bara að koma í kirkju, það er ekki nóg bara að eiga samfélag við kristna. Við þurfum raunverulega að taka okkur tíma til þess að þekkja hann. Það er það sem Jesús kom til að gera. Til þess að gefa okkur raunverulegt líf og tilgang með lífinu. Guð hefur allt sem maður þarf. Er einhver hérna sem man eftir því í gamla daga þegar eplalykt var eitthvað svona rosalegt og myndi ykkur á jólin? Það er alveg nokkrir. Þið eru alveg mjög gömul. Já, bara sagt á fallegan hátt. Í dag er það kannski meira svona mandarínulykt, eða þú veist, jólin er að koma þegar mandarínukassarnir fara að birtast í búðunum. Ég held að við séum búið með svona 10 kassa á mínu heimili bara á þessu ári. En það eru aðrir ávextir sem Guð vill minna okkur á í kringum jólin. Ávextir sem hann vill gefa okkur. Sem eru það sem við þurfum raunverulega að halda. Og þeir kallast ávextir andans. Og við lesum það í Galatabréfinu 5. kafla frá versi 22, þar sem stendur: En ávextur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðveld, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Þetta er það sem hann vill gefa okkur. Og þetta er það sem við þurfum á að halda. Þetta er það sem við erum alltaf að leita eftir með öllu hinu sem við höldum að við þurfum á að halda. En þetta er það sem við þurfum á að halda. Og þetta er það sem gefur líf okkar tilgang. Þetta er það sem ef við höfum þetta þá göngum við inn í hvern dag. Þakklátt og með gleði og með eftirvæntingu. Og líf okkar er uppfullt af því sem við þurfum á að halda. Og ég vona að þú fáir það sem þið langar í jólagjöf. Ég virkilega vona það. Ég vona að makiðinn eða þeir sem standaði næst lesi þér rétt og gefi þér fallegar og góða gjafir. En meirið það þá vona ég virkilega að þú takir á móti því sem þú raunverulega þarft á að halda. Sem er Guðs gjöf á hverjum einasta degi. Samfélag við hann á hverjum einasta degi. Og lifa í friði við Jesú Krist og við Guð. Að þekkja Guð í gegnum Jesú Krist. Og það er tími í dag og það er tími hvern einasta dag að eiga samfélag við hann. Og ef þú hefur kannski ekki átt samfélag við hann í langan tíma, þá hvet ég til þess að endurnýja sambandið. Tengjast honum aftur. Ef þú aldrei þekkt hann, ef þú aldrei kynnst honum, þú þekkir hann af afspurn og þú kemur inn í kirkju vegna þér finnst það gott og þér finnst gott að hlusta á fallega tónlist, en þú þekkir hann ekki bíða með að kynnast honum. Vegna þess að hann vil kynnast þér. Amen. Skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir hver þú ert. Ég þakka þér fyrir það ert þú sem að elskar okkur. Þakka þér fyrir að þú komst inn í þennan heim til þess að deyja fyrir okkar syndir svo við getum átt samfélag við þig. Og til þess að við þyrftum ekki taka refsingun út sjálf og gætum átt eilíft líf með þér. Og ég bið þess að við mættum öll gera okkur grein fyrir að það er þú sem við þurfum á að halda. Allt annað er bara hjóm og afþreying en ekki það sem skiptir máli. Og hjálpa okkur að tengjast þér á hverjum degi. Hjálpa okkur að upplifa samfélag við þig á hverjum einasta degi. Svo við megum þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við ætlum að fá lag núna. Ef þú ert hérna inni og þú vilt gera upp þín mál við Guð og þú vilt tengjast Guð, þú hefur kannski aldrei gert það áður eða þú vilt endurnýja þetta samfélag sem Guð býður, að þá getur þú komið hérna inn í hliðarsal og við viljum fúslega biðja með þér.
Eða kannski það einhver önnur þörf í lífiðinu sem að þú þráir að Guð mæti, og þá erum við líka, viljum glöð biðja með þér. En höfum samband okkar við Guð á hreinu. Höfum okkar hlut við Guð á hreinu. Drottinn blessi ykkur. Við ætlum að ljúka stundinni með því að syngja saman lag sem við syngjum oft. Við endum stundina blessun orðum, við skulum rísa á sætum. Við skulum blessa bara hvort annan líka hér og eftir með því að fara niður í kaffisalinn, þar sem verður áframhaldandi samvera. Takk fyrir komuna og Guð blessi ykkur öll og svo sjáumst við hér á aðfangadag tímanlega, 4:30 byrja stundin. Og þið fylgist með dagskránni líka á heimasíðu kirkjunnar fíldarhlið.is.
Það er komið að samkomulokum frá Fíladelfíu í dag og eins og þú heyrðir þá var Aron að tala um gjafir. Hvað segir það um mig og þig ef gjafirnar sem við gefum eru þannig að sá sem fær þær, hann langar ekki í þær? Eða hvað segir það um okkur ef við fáum gjafir og við segjum ég ætla ekki að eiga þessa gjöf, þetta var ekki það sem ég átti von á. Þegar Jesús kom í þennan heim þá var hann gjöfin þín. Hann vill koma inn í þitt líf, hann treður sér ekki inn í líf þitt, hann vill gefa þér allt með sér. Hann vill hjálpa þér, hann vill gefa þér frið. Hvað segir það um þig ef þú segir ég þarf ekki á þér að halda, ég ætla bara að gera þetta sjálfur eða sjálf. Taktu á móti því sem Jesús vill gefa þér. Gerðu þessi jól að tímamóta jólum í lífið þínu, hvort sem þú hefur gengið með honum eða ekki. Ef þú hefur ekki gengið með honum fram að þessu, hleyptu honum inn. Segðu bara við hann Jesús, ég tek á móti þér og öllu sem þú vilt gefa og ég treysti því að þínar gjafir séu bara góðar fyrir mig. Og ef þú hefur gengið með honum, þá vill hann að þú gangir dýpra og lengra og þykkir meira. Hann vill að þú helgir sér lífið þitt. Og mér langar til þess bara svona rétt í lokin að biðja fyrir þér, biðdu með mér af öllu hjarta. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst inn í þennan heim fyrir mig og ég tek á móti því sem þú vilt gefa mér. Ég þakka þér fyrir að þú vilt gefa mér frið, þú vilt tilgang með lífi mínu og ég tek á móti öllu því sem þú vilt gefa. Verði þinn vilji í lífi mínu og ég þakka þér fyrir góði Guð að þú ert með mér á hverju sem gengur. Í Jesú nafni, amen. Ef þú hefur beðið þessarar bænar, þá kemur Jesús inn í lífið þitt, hann hjálpar þér og þú verður ríkari. Þú verður svo sannarlega ríkari. Ég hvet þig til þess að fylgjast með okkur á aðfangadag 4:30. Ef þú kemst í kirkjuna, komdu. Ef þú kemst ekki, horfðu á okkur á philadelphia.is eða hlustaðu á Lindina, útvarpsstöðina Lindina. Síðan verðum við með samkomu á jóladag og aftur milli jól og nýjárs og á nýjársdag. En dagskráin er á philadelphia.is. Ég óska þér gleðilegra jóla. Njóttu þess að hafa Jesú með þér í lífinu hvern einasta dag. Við kveðjum frá Fíladelfíu, verið sæl.